Jæja, verðu velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í eina allra þekktustu og, kröftugustu myndlíkungu Biblíunnar, góða hirðin. Og til að leiða okkur í gegnum þetta notum við greiningu Marie Noël Thabut til að afkóða þetta ævafotna tákn. Allt í lagi. Byrjum á byrjuninni. Af hverju akkurat hirðir? Hvað það við þessa einföldu, jarðbundnu ímynd sem gerir það að verkum að hún hefur lífað í þúsundir ára til að lýsa hinu guðdómlega? Þetta sko kjarnaspurningin og við skulum komast að því hvers vegna hún talar eins og sterkt til okkar í dag. Til að skilja þetta þurfum við að ferast aftur í tíman. Sagan byrjar eins og svo oft í Gamla testamentinu. Þar finnum við rautur þessara mögnuðu myndlíkingar. Og hérna erum við komin að grunninum. Salmur 22, eða 23, það fer eftir í talningu. Hann líklega frægasta dæmið. En það sem algjört lykilatriði að fatta hér að þegar salmurinn segir ég, þá það ekki bara rödd eins manns, nei, þetta rödd heilar þjóðar Ísraelsfólksins. Þetta í raun þeirra sameiginlega yfirlýsing traust. Svo hvað felst þá í þessu hlutverki? Jú, hirðirinn, hann safnar hjörðinni, hann leiðir hann á réttan veg, nærir hana, græðir sárin og auðvita verndar hana. Hver og ein þessara atvagna bein myndlíking fyrir umhyggju Guðs fyrir fólki sínu sem meira segja kallað fjársjóður hans í textunum. Þetta þannig ekki bara eitthvað falleg óhlutstæð hugmynd, þetta mjög áþreifanleg lýsing á vernd og leiðsögn. En þessi myndlíkung hefur líka annra og kannski alvarlegri hlið. Hún nefnilega ekki bara notuð til að lýsa öryggi, heldur líka hættunni sem fylgir því að villast. Hér erum við farin að tala týnda sauði sem þurfa að finna leiðina heim. Og þetta tekur okkur beint til postulasögunar, rétt eftir hvítasununa í Jerúsalem. Pétur stendur upp fyrir framan risastóran mannfjölda og í rauninu sjúkdómsgreinir hann ástandið. Kynslóð hans, segir hann, hefur gert hræðilegan misstödd varandi Jesú. Hún hefur vilst af leið. Orðalagið mjög sterkt en ef tilefnið grafalvarlegt. Lykilorðið sem Pétur notar iðrun og það ótrúlega mikilvægt að skilja hvað það orð þýðir í þessu samhengi. Þetta nefnilega ekki bara einhver innri tilfinningum eftirsjá. Í biblíulegum skilningi þetta athöfn. Það þýðir bókstaflega að snúa við, að taka U-beygju á lífsins vegi og halda í alveg nýja átt. Einfalt, hnitmiðað og mjög myndrænt. Leiðbeiningar Péturs til þeirra sem hlusta því alveg afdráttarlausar. Hann leggur fram skýra 3 þrepa leið tilbaka inn í skjól hjarðarinnar. Í fyrsta lagi, snúið við. Í öðru lagi, látið skýrast í nafni Jesú og í þriðja lagi, þá muniði öðlast gjöf heilags anda. Einfalt og beinskeitt uppskrift að nýrri stefnu. Og með þessu erum við komin að næsta lagi í þessari myndlíkungu. Vegna þess að Kristur ekki bara sýndur sem hirðir sem kallar úr fjarlægt. Nei, hann hirðirinn sem gengur á undan, reður brautina og leiðir með sínu eigin fordæmi. Þessi tilvitnun úr fyrra Pétursbrefi, hún fangar þetta eiginlega fullkomlega. Hún lýsir þessum umskiptum frá því að vera eins og stefnulausir villaráfandi sauðir yfir í það að hafa snúið aftur til hirðisins, verndara sálna sinna. Þetta mynd af því að finna heimili eftir að hafa verið týndur. Kjarnin því sá að hlutverk Krists að vera fyrirmynd, að skilja eftir sig slóð, alvöru fótspor sem hjörðin getur fetað í. Og þessi fótspor liggja meðal annars í gegnum þjáninguna sem hann tók á sig. Þetta því virk leiðsögn, ekki bara einhver falleg orð. Hann bókstaflega gengur veginn til að sýna öðrum leiðina. Og nú komum við að algjörum hápunkti þessara sögu í Nýja testamentinu. Að augnablikinu, þegar Jesús sjálfur tekur þessa aldagömlu myndlíkungu, gerir hana að sinni og opinberar dýpstu og endanlegu merkingu hennar. Í Jóhannesargu spjalli dregin upp kólsvert allstæða, það ekkert grátt svæði. Það sem í húfi bókstaflega líf og dauði. Á einni hliðinni einn sanni hirðir sem kemur inn réttar dýr til að gefa líf, á hinni þjófurinn sem laumast inn til að stela, slátra og tortíma. Valið gæti ekki verið skýrara. Og eftir þessa dramatísku samlíkingu þá kemur augnablikið. Jesús við að gefa sína dýpstu og persónlegastu yfirlýsingu hver hann í raun og veru. Og þá kemur yfirlýsingin með óvæntum hætti. Hann segir ekki bara, ég hirðirinn. Hann segir, ég dyrnar. Hann sem sagt ekki bara sá sem leiðir hjörðina. Hann sjálfur inngangurinn að örygginu. Eina lögmæta leiðin inn. Engin önnur.
Og svo kemur hinn endalega niðurstaða, sjálfur tilgangurinn með þessu öllu. Ég er komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Takið eftir þessu orðalagi, ekki bara til að þrauka, ekki bara til að lifa af. Tilgangur góða hirðisins er að gefa líf sem er yfirfullt, ríkt og merkingarbært. Og þessi forna myndilíking skilur okkur eftir með spurningu sem beinir sjónum beint á okkar samtíma. Í öllum þeim hávaða og öllum þeim ólíku röddum sem keppast athygli okkar heimi, hvernig er þá hægt að læra að þekkja og greina hina einu sönnu rödd hirðisins?